Sæl og velkomin í Eitt og annað. Í þessum þætti ætla að fjalla hesta, þessa fornu faraskjóta okkar. Meistardeild KS, þar keppt í hestaíþróttinni og lið Hrímnis hefur unnið hana í öll skiptin sem liðakeppnin hefur farið fram. Við hittum Þórann Eymundsson og Þráinn frá Flagbjarnarholti sem þeir voru að undirbúa sig fyrir keppnina í ár. Meistardeild Norðurlands í hestaíþróttum KS-deildin verður haldin í 13. skipti nú í vetur og hefst með gæðingafimi 13. febrúar á Sauðárkróki. Keppt eru bæði í einstaklings- og liðakeppni en þeirri síðarnefndu var bætt við fyrir 5 árum síðan. Lið Hrímnis hefur unnið þá keppni í öll 4 skiptin sem liðakeppnin hefur farið fram. Við hittum Þórann Eymundsson, liðstjóra liðsins, í reiðhöllinni Svaðastöðum á Sauðárkróki og tökum stöðuna fyrir upphaf deildarinnar. Í þessari meistaradeild þá eru bestu knapar og hestar hérna af Norðurlandi og aðeins af Suðurlandi líka sem er bara mjög gaman. Og þetta þannig að neðsta liðið, það fellur og þá þarf að keppa sem sagt sæti en það var ákveðið að fjölga 1 lið þannig að þess vegna var keppt 2 sæti, það var sem sagt 5 lið núna í úrtökum daginn sem keppt 2 laus sæti þannig að þá var þetta orðin að ég held 8 lið og 40 knappar, 24 sem keppa hvert kvöld. Og þetta eru 5 keppnisdagar og það bæði hér og keppt á Akureyri líka? Já, það sem sagt, það keppt 4 sinnum hér og svo 5-gangurinn norður á Akureyri. En greinarnar eru 6 vegna þess að seinasta kvöldi þá eru 2 greinar og það alltaf endað á flugskeiði í gegnum húsið, tímataka og það alltaf gott að enda á þannig grein því að sko, klukkan lígur ekki og klukkan, þá geta allir, því að sko, auðvitað oft svona diskussjón með einkunnir frá dómurum og það alltaf auðvitað eins og í öðru svona sporti þar sem að vera að meta hluti á þennan hátt og gefa einkunnir, þá auðvitað alltaf diskussjón, þetta rétta einkunnin eða hinn En hún ræður náttúrulega hvernig menn raðast í sæti og hversu mörg stig menn fá. Þannig að það gott að enda á skeiðinu þar sem það bara besti tíminn sem gefur flest stig. En það þá væntanlega líka mikið fyrir áhorfendur að ræða meðan á svona móti stendur að ræða hver sé bestur og hvað einhver sé við hæfi? Já. Það náttúrulega allir brekkudómarar og menn hafa sína skoðun og auðvitað halda líka með sínu liði og sínum manni eða mönnum eða knöppum. Í öll 4 skiptin sem keppt hefur verið í liðakeppninni hefur lið Hrímnis orðið hlutskarpast og því eðlilega markmiðið hjá liðinu að stefna á gullið aftur í ár. Það þó eins og í öðrum liðsíþróttum að liðskipanin getur breyst milli ára. Þetta eru núna 5 knapar í hverju liði en einungis 3 sem að keppa hvert kvöld. Við byrjuðum þannig að það voru bara 3 í liði og allir kepptu en síðan hefur þessi breyting orðið og það svona gert til þess að reyna að fá ennþá fleiri góð pör inn á gólfið og gera keppnina sterkari því að þá geta liðið tekið inn knapa sem eru kannski bara með 1 hest sem sérfræðingur í fjórgang eða mjög vakur og þá kemur viðkomandi par inn bara þegar keppt í þeim greinum. Þannig að það svona, og það hefur bara gengið vel eftir að keppnin að verða sífellt sterkari og fleiri góð pör. Þú talar pör af því þetta jú hesturinn og knappinn. Já, það nú listinn í þessari íþrótt og það það sem að gerir þessa íþrótt svona sérstaka og svona merkilega. Þegar margir segja að þetta sé raunverulega íþróttana því að þú þarft að tengja þig við hinn félagann sem hesturinn og þú þarft að ná tengingu við hann og hann náttúrulega af öðru sauðahúsi eða annarri tegund þannig að það ekki hægt að bara spjalla saman og gerum þetta svona og gerum þetta hinsegin og svo allir klárir heldur þarf að nálgast á annan hátt og gera þetta með hestinum og þegar maður og hestur eru vel samstilltir og vel þjálfaðir þá þetta svona eins og fallegur dans að þá eru báðir aðilar alveg með á hreinu
hvað á að gera og þá verður þetta fallegt. Hjá okkur stendur hesturinn Þráinn frá Flagbjarnarholti. Hann er hestur í eigu Hollendinga en kom til Þórarins haustið 2015 í tamningu, þá á 4. vetri, og þeir hafa verið saman síðan. Hann sýndi svona strax af sér svona góðan þokka, eða bauð af sér góðan þokka og búinn að fara núna á 2 landsmót og síðasta sumar þá náðum þeim einstaka árangri að verða hæðstæmdi hestur í heimi í kynbótamatinu eða kynbótamatskerfinu okkar. Þannig að þetta er besti hestur í heimi samkvæmt því kerfi. Já, það er ekki amalegur árangur og mikill titill að bera fyrir ekki eldri hest. Hann er svona að byrja að stíga sín fyrstu skref í keppni og ef allt þróast eins og maður ætlar og vonar að þá á hann svolítið inni að í þessu, því að auðvitað fyrir keppnina þar sem er náttúrulega verið að ríða úrslit og þau geta verið í strembina, þá þurfa þeir að vera svona, þeir þurfa að vera þrekmiklir, sterkir og það gerist ekkert fyrir að það komið svona, komnir vel á úrlingsárum, þannig að þegar þeir fara að nálgast svona 10 vetra aldurinn og þá fyrst það er eiginlega besti aldur, þeir svona 9 til 12, 13, 14 vetra, þá eru þeir orðnir svona sterkir og eru svona, þeir hestar svona í þessari harðustu keppni eru venjulega þeir sem að standa uppi sem sigurvegari í lokin. Þótt lið Hrímnis hafi unnið liðakeppnina í öll 5 árin sem hefur verið keppt í henni, þá fenguðu samt harða samkeppni í ár frá liði Skóis Prestige. Við hittum Elvar Loga og Fanney þar sem þau voru í þann mund að leiða gæðingana upp á kerruna fyrir fyrsta keppnisdag og sá dagur átti heldur betur eftir að reynast þeim gæfuríkur. Þótt keppnishestar séu vissulega ekki feitir, þá má með sanni segja að lið Skóis Prestige hafi riðið feitum hesti frá fyrsta keppnisdegi í meistaradeild KS í hestaíþróttum, þar sem liðið endaði í efsta sæti. Við hittum Elvar Loga Friðriksson, liðstjóra liðsins, og Fanney Dögg Indriðadóttur fyrr daginn þar sem þau eru í þann mund að leiða gæðingarna upp á kerruna fyrir keppni kvöldsins. En með þeim í liði er Ísólfur Líndal Þórisson sem átti einmitt eftir að sigra gæðingafimmina á hestinum Krumma frá Höfðabakka. Ég er fædd og uppalin á Sveitabæ, Grafakoti og mamma mín var í þessu eingöngu og er það ennþá og amma mín var reiðkennari líka og síðan eiga þau fullt á hestum og pabbi var líka í þessu og eitthvað svona, en þetta hefur einhvern veginn, það hefur verið draumurinn, síðan bara fór ég og menntaði mig og varð reiðkennari og þetta var svona, lífið hefur svolítið snúist þetta og auðvitað er maður kannski svolítið alinn upp í þessu en ég myndi segja að ég var líka bara heppin, ég fekk, góða hesta frá byrjun og byrjaði að keppa og hafði bara mjög gaman af og gekk vel og svona, þannig að utanumhaldið var gott og þannig fekk ég meiri áhuga og hafði góðan stuðning, þannig að þetta var allt mjög skemmtilegt og þess vegna hélt maður áfram. Þínlega, þú byrjar ungur í þessu? Já, þetta er bara sama sko, ég er uppalinn á Varmalæk og þar voru við bara 200 hross eða eitthvað og bara mikil ræktun og hestaleiga og hestaferðir og maður var bara í þessu. Það er alveg ljóst að þróunin í hestamannasportinu hefur verið ör síðustu ár, bæði innan sem utanvallar, í tamningu og keppni. Þetta er mjög fljótt að gerast og ef maður horfir á gömul myndbönd og til dæmis bara 5-7 ára gömul myndbönd, að þá sér maður bara mjög mikinn mun á gæðum í reiðmennsku og á hestunum sem náttúrulega batna með betri reiðmennsku og við náttúrulega erum að sækja mikla menntun núna og þetta er náttúrulega eins og hann var að lýsa, ég veit ekki alveg hvað hann er gamall sko en þetta var ekki svona hjá mér en þú veist eins og bara skólinn, þú veist hólar, hann sækir mikla bara þekkingu frá öðrum löndum, kemur með það inn í skólan, við lærum það. Þetta er rosalega fljótt að gerast og þó svo hann sé búinn að vera alveg í mörg ár að þá erum við ennþá að sjá alltaf mjög góða þróun í þessu sem er mjög ánægilegt. Þannig að við erum alltaf að verða betri og betri hross og það tengist náttúrulega allt saman. Elvar og Fanney tóku með sig gæðingana Grifflu frá Gauksholti og Trygglind frá Grafarkoti sem eru ræktaðar annars vegar af móður Fanneyjar og hins vegar systurinnar. En hestasportið er tvíþætt. Knapi og hestur og því skiptir ekki síður máli að knapinn sé íþróttamaður og hugsi vel sig eins og hestinn sinn. Nei, ég myndi segja að það var bara mjög mikilvægt að skiptir öllu máli að við séum í
líkamlegu formi til að geta verið á hestinum og til þess að hann geti bara gert sitt besta og þá þurfum við að vera í góðu jafnvægi og með vöðvana á réttum stað og geta svolítið svona hjálpa honum að halda á okkur og framkvæma það sem hann á að gera, myndi ég segja. Og nú meistaradeild KS, þetta bæði einstaklingskeppni og liðakeppni. Þeir eru saman í liði en þeir eru nú vantarlega eitthvað að keppa við hvort annað í einstaklingskeppninni. Nei, ég þori því ekki. Ég er bara meira fyrir gott hjónaband og heldur eitthvað svoleiðis sko. Nei, við hjálpum stað bara með þetta allt saman og við erum bara að keppa í þessu saman sko. Það er meira svona ef við erum að keppa heim eitthvað sko, en þarna erum við bara í góðum feeling sko. Já, það er líka svo leiðilegt, þú veist, ef að öðru gengur illa, svona upp á móralina og stemningun og svona. Það er svona skemmtilegra að hjálpa stað og fínt að gangi bara báðum vel. Jú, lið þarf að vinna saman sem heild og þá skiptir miklu máli að hjálpa og styðja við baki á hvert öðru, því þannig næst árangur og þá ekki bara við keppnina, heldur lífið sjálft, enda margt í lífinu annað en hestamennskan. Það er svolítið nöðsynlegt að gera eitthvað annað líka, þannig að maður verði ekki bara einn hesthaus, þannig að ég til dæmis bara er í blaki og svo í fyrra þá ákvaði ég að fara í sjúkraflutninganám og er orðin basic manneskja í sjúkraflutningum og vinn við það, sem sagt, sólarhringsvakt 1 vika í mánuði, þá er ég í sjúkraflutningum en ég er samt í vinnunni líka, bara stekkur því eða gerist eitthvað, þannig að, og mér finnst það mjög gaman og það var svona mikil áskorun fyrir mig að fara í eitthvað allt annað en mjög skemmtilegt líka að líta aðeins upp og eins með blaki að hitta vinkonurnar og gera eitthvað allt annað, það er mjög nauðsynlegt. Elvar og Fanney reka þá einni hestalegu á Hvammstanga og þar ríkja aðrar áherslur í tamningu hestana. Já, það er alveg allt önnur ella. Þar erum við með reynsluboltana, rólegu hestana sem eru vanir öllu og þeir þurfa að geta bara, þeir eiginlega að vera sprengjuheldir og það er svona, já, allt annað. Þar er til dæmis bara meira svona verið að njóta, þú veist, fara í svona kósí reiðtúra og allt önnur svona hugmynd að baki það, þú veist, þar erum við ekkert að spá í einhverjum hreyfingum og fótaburði og takti og allt þetta eins og er meira í ræktun og keppni og svoleiðis. Þarna erum við bara að hafa kósí og njóta þess að vera í umhverfinu og ríða út og geta að fara með krakkana, þú veist, við erum líka með barnanámskeið og svoleiðis. Þannig að, já, það er svona allt annað en líka mjög skemmtilegt að skipta eins yfir í það á milli. Hérna ætlum við að taka okkur stutt hlé, kíkja í smá auglýsingar og höldum áfram með eitt og annað af hestum eftir þær. Þótt maður sé í hestamennsku þá þýðir það ekki endilega að maður sé alltaf við hestaheilsu. Magnús frá Íbishóli, hann fékk alveg að kenna á því, en hann glímdi við krabbamein og það setti reksturinn hans heldur betur í erfiða stöðu. Við ætlum að kíkja næst á Magga. Við heimsóttum Magnús á Íbishóli snemma morguns á hlýjum vordegi í apríl. Það var heitt á könnunni og Magnús bauð upp á köku. Það var ekki hægt að sitja lengi inni og við drifum okkur út eins og Íslendingum sæmir þegar sólin skín. Magnús hefur verið með hrossarækt á Íbishóli frá árinu 1992 og hann er greinilega hestamaður fram í fingurgóma. Búið var valið hrossaræktarbú Skagafjarðar á síðasta ári og eitt af 12 bestu á landinu. Velgengnin er í raun mikið þrekvirki en Magnús var tíma hætt kominn af krabbameini og stóð búið mjög höltum fótum á meðan Magnús glímdi við vágestinn. Við settumst út í blíðuna og spjöllum hestamennsku, meinið og áhrifin sem það hafði. Var hestamennskan bara í blóðinu? Hver byrjaði þetta allt saman? Já, annarkvort í blóðinu eða fengið það við fæðingu. Pabbi var mikil tamningamaður og ég fór bara strax að elta hann upp úr því ég fór að ganga og ég man eftir mér í hesthúsunum í veturinn þá var maður bara algjör smábarn sko og alltaf að fylgjast með og svo var náttúrulega feikna frost og kalt og fann að væla úr kulda og þá var pabbi að reyna að reka mig heim og ég vildi ekki fara heim og nema þegar hann bauð mér það að reiða mig. Já. Ef hann reiddi mig heim þá var ekkert mál að fara heim og þá var það bara að drífa sig í önnur föt og fá sér heitt kakó og svo út aftur. Það var ekki verið erfitt að fá til að fara út aftur? Nei.
Pabbi hans Magnúsar var á þessum tíma bústjóri á Hólum. Hann sá hestana og Magnús var aldrei langt undan. Því miður dó pabbi hans svo allt of ungur út af heilsuleysi og Magnús viss að það hefði geta verið öðruvísi ef hann hefði hugsað betur sig. Hugsunarleysi feðrana getur þó stundum orðið seinni kynslóðum til bjargar og krabbameinið hans Magnúsar uppgötvaðist einmitt þess vegna. Pabbi dó allt ungur og var ekki nóg mikið að láta fylgjast með sér, þannig ég ákvað að vera ekkert að bjóða upp á svoleiðis og fyrir tékk fyrir réttum 10 ára síðan. Já, þú verið bara réttum 40. Já. Og heimilislæknirinn segir við mig, ert ekki hraustur og jú, finnur eitthvað til, eitthvað aðeins? Nei, alveg, þó þarft þú ekki neitt tékk, sagði hann. Ég sagði, ég komin hingað til að fá heilsutékk og skoðun og ég ætla bara að fá það. Gott hér. Og hann tók mig í blóðprufu og tékkaði á hjartanu og svo út úr blóðprufunni kemur hækkandi gildi gagnvart blöðráskrabbameini. Okay. Og svo ég bara í rannsóknum hérna í 3 ár og það finnst ekki neitt og þetta gildi hækkaði aðeins. Það byrjaði sko í 3,4 þannig að fyrst þegar ég var í rannsókn og svo var það komið upp í 7 og ekkert fannst. Svo ég skipt sérfræðing, fór suður, Páll Dagbjörnsson var nýfarinn, nágranninn minn var nýfarinn búinn að fá blöðráskrabbamein og nýbúinn að fara í aðgerð og hann hefur samband við sinn lækni og hann kemur mér að þarna í Reykjavík hjá alveg Rafni Hilmarsinni sem nýútskrifaður erlendis frá og kominn heim og jafnaldri minn og hann finnur í mér krabbamein mjög aggressívan krabba bara leið. Já. Og hann vill bara skera mig samstundis. Núna sko eru 6 ár liðin. Já. Og þrekið alltaf að vaxa. Ég hef ekki verið svona þrekgóður sko síðan, já ég var búinn að slappast þó nokkuð fyrir aðgerðina. Já. Og ég hef ekki verið svona brattur í svona 8 ár eins og ég í dag. Nú, frábært. Já. En svona að því að við erum nú að stúdera þetta þá bara að hvetja alla til þess að láta fylgjast með sér sko án þess að finni nein einkenni. Ég fann aldrei nein einkenni, það ekki fyrir maður fyrir að átta sig á þessu eftir á. Já. Þá gat maður ekki haldið í sér þegar maður þurfti að míga. Það þurfti bara að míga á staðnum. Já. Og svo bara svona slappleikin. Það engin eymsli eða neitt sem að gat bent manni á það að maður væri með krabbamein. Nei, einmitt. En hjá þér var þá kannski bara helst það að þér fannst pabbiðinn ekki hafa séð nú vel sjálfan sig og... Já, hann hefði alveg getað, að mínu mati það reynda bara mitt mat. Já. Ef hann hefði passað og farið til læknis og hagað skynsamlega, þá ég alveg vissu það að hann væri á lífi og mér fannst þetta sorglegt. Ég sá voðalega mikið eftir honum og ég bara vildi ekki gera það sama á hann og þess vegna fór ég nú bara í þessa skoðun, annars væri ég nú bara dauður. En krabbameini tók ekki bara líkamlega á fyrir Magnús. Hrossarækt dýr bransi og mjög háður því að hafa tíma til þess að sýna hestana sína og koma þeim á framfæri. Auk þess sem Magnús hefði verið mikið í því að temja fyrir aðra. Þegar hann hafði ekki orku til að sinna þessum tekjulundum, fór að halla á reksturinn. Þegar maður ekki fullfrískur, þá engin innkoma og ég með góðan starfsmann hérna með mér sem ég hélt en svona maður kemur ekki vörunni eins mikið frá sér þegar maður ekki sjálfur á sviðinu og þetta var óbóðslega dýrt. Já. Og ég lenti í því sko að fá hvergi neina fyrirgreiðslu.
Nei. Eða aðstoð að ná undir með fótunum. Það voru bara vanskil hjá mér í 2 ár og þetta er alveg ofboðslega dýrt og mikið átak að koma sér á stað aftur. En þetta er ekki fyrir hvern sem er að ná undir sér fótunum og eftir vera heilsulaus og ekki síst með svona rekstur sem að tekur bara 700.000 til sín á mánuði. Það er meira en að segja það, en þetta er nú allt að hafast og komið þetta á beinu breytinni? Já, og fara að ganga bara vel núna. Magnús sýndi okkur hestana sína og tók að sjálfsögðu fyrir okkur nokkrar alvöru sýningarferðir á gæðingnum Snillingi frá Íbishóli. Svo eru 2 höfðingjar á búinu. Magnús er að sjálfsögðu annar þeirra, en hinn er stóðhesturinn Óskasteinn sem er margverðlaunaður keppnishestur og hefur alið af sér heilan her gæðinga í gegnum árin. Við sjáum á samskiptum Magnúsar við hestana af hverju það gengur svona vel hjá honum þrátt fyrir mótlæti. Mikil vinátta og gagnkvæm virðing manns og hests skín í gegn. Að lokum ætlum við að líta á Gauksmýri en þar er ferðaþjónusta með áherslu á náttúruna og hestatengda ferðaþjónustu. Gauksmýri í Húnaþingi vestra var valið fyrirtæki ársins í ferðaþjónustu á Norðurlandi 2017 af Markaðsstofu Norðurlands. 20 ár eru frá því að hjónin Jóhann Albertsson og Sigríður Lárisdóttir stofnuðu fyrirtækið sem snýst fyrst og fremst hestamennsku. Sigríður féll frá fyrir 2 árum. Upphaflega þegar við fluttum hingað fjölskyldan, þá vorum við starfandi við skólana hér. Sigríður heitin sem kennari og ég sem skólastjóri. Og þetta átti að vera hobbyið okkar og átti að vera afþreyingi fyrir bara átti að vera, við ætlum að búa hér og hafa hrossin okkar hér. Þannig byrjaði þetta. Og við vorum lengi búin að leita okkur að jörð til að hýsa það og þetta var auglýst til sölu hjá Ríkiskaupum og við buðum í og fengum á þeim tíma áður en jarðir fóru að kosta mikið og síðan einhvern veginn þróast þetta eitt af öðru og endaði með því að áhugamálið var það aðalatvinnu. Þú varst bara 10 ára þegar þið fluttuð hingað. Var þetta mikið sjokk að koma í sveitina fyrir þig? Eiginlega frekar fyndið að segja frá því að ég var mjög ósátt fyrst af því að mér fannst við vera að flytja í Afdali og ég myndi aldrei hitta vini mína en við byggum samt bara Laugarbakka. Þannig að það er ekki eins og það hefur verið eitthvað stórt þorp en svo náttúrulega bara fluttum við hingað og hér finnst mér bara æðislegt að vera. En þið veðjuð á réttan hest, alveg í orðsins fyrstu merkingu, var það ekki? Þið eruð í raun og veru í hestamennskan er það sem að dregur. Það er svona, við getum eiginlega sagt sem svo að þetta svona bæti hvað annað upp. Hestamennskan er auðvitað svona, er hestastaður og við bjóðum hér upp á eiginlega allt sem að má segja hugringirnir gagnvart hestum og hestamennsku en hins vegar að þá náttúrulega er auðvitað gistingin og veitingareksturinn það er auðvitað það sem að dregur hjólið og það er auðvitað það sem að svona ýtir þessu öllu áfram og stendur undir mest af þeim kostnaði sem að lagt er í. Hvað hefur breyst á þessum árum? Það náttúrulega hefur breyst náttúrulega kannski fyrst og fremst þannig að þegar við byrjum fyrir 20 árum síðan og þá sáum við fyrstu ferðamennina svona kringu 17. júní á vorin og þeir síðustu voru farnir viku eftir verslunarhelgi. Þannig var þetta í byrjun. Í dag er þetta þannig að við erum eiginlega í ársrekstri þó að séu þetta hægara yfir veturinn. Við vorum til dæmis áðan að fara með 20 manns í hestalegu núna 7. nóvember. Og hádegismat. Og hádegismat annars líkt. Þetta er eitthvað sem þetta er svolítið nýr heimur. Hvað með hestamennskunni yfir veturinn? Hvað er það að bjóða upp á nákvæmlega? Við bjóðum nánast í hlutverk mitt í dag er svona meira hér í hestamennskunni og viðhaldi ásamt sambýliskonu minni Kolbrúnu, Grétarsdóttur og það er sem sagt þannig að við svona sjáum meira þann þáttinn í rekstrinum í dag og við erum sem sagt að bjóða upp á hestasýningar fyrir túrista og þar er sem sagt
þetta þannig að það koma hópar í hlaðið og yfirleitt borða hér á veitingahúsinu og síðan sem sagt erum við með hestasýningu fyrir þau og allir enda hér út í hesthúsi í sem sagt svona meiri nánd við hestinn og ekki kannski síður að spjalla við sem sagt fólk sem stendur á bakvið. Og hvernig sjáu þið Gauksmýri eftir 20 ár? Ef að straumurinn verður svo sami eða stendur stöður eða eykst aðeins að þá vonast ég til þess að við getum stækkað aðeins hér gistingu hjá okkur og við þurfum þess. Við þyrftum að fjölga herbyggjum alltaf helming. Við erum í svona millistærð, við erum 55 gistrými. Það myndi svona vera hagkvæmari og auðveldari að taka stærri hópa ef að við værum aðeins stærri. Og við þyrftum ekki að stækka aðra þætti eins og matsal eða móttöku á sama skapi. Þannig að við myndum nýta betur það starfsfólk sem við höfum fyrir. Þannig að framtíðin er björt með hestum og norðurljósum sem söluvöru, eða hvað? Já, vonandi. Og auðvitað, náttúran hér auðvitað er líka góð hér eða við erum stutt frá mörgum náttúruperlum sem að kannski Hvítserkur, Kolugljúfur, Borgarvirki, Arnarvatnsheiði og fleira þannig að það er margt hér að sækja þannig að og svo náttúrulega auðvitað bara með vaxandi uppbyggingu í þessum geira þá held ég að við bara styrkjum hvort annað þannig að við bara fögnum fleirum inn í þetta og það hafa náttúrulega verið að koma fleiri gististaðir og fleiri veitingastaðir og það vinnur allt saman að lokum? Ég held það styrkir hvort annað bara. Það var þetta komið á okkur í þessum þætti. Við segjum bless og sjáumst í næstu viku.